Já, góðan daginn, Gísli Marteinn heiti ég. Og Fannar Már heiti ég og við ætlum að sýna ykkur hérna lokaverkefninu okkar. Til að útskýra verkefnið aðeins þá ætlum við að gera líkan af svona rafnabát, gera hann fjarstýrðan og rýna aðeins í stöðuleikann á þessum bátum. En ekkert endilega bara stöðuleikann á þessum bátum, heldur bara svona stöðuleika yfir höfuð. Okkur langaði að kynnast aðeins hvernig svona stöðuleika prófun og mælingar færu fram og hvað þarf að vera til staðar í hvert sinn. Eins og svo margir vita þá skiptir stöðuleiki miklu máli í skipum. Ja, smíðin á bátnum. Fyrsta mál á dagskrá var að teikna upp skrokkinn á bátnum og þar sem þessir rafnabátar eru svo háleynilegir að það var alltaf hægt að fá neitt upp úr þeim. Þurftum við að teikna þetta svolítið eftir auganu og okkur tókst þetta nokkurn veginn mjög svipað ef ekki nánast eins og notuðust við Fusion 360 við teikningan á því og það reyndist okkur vel en einnig notuðust við myndir á Google til þess að reyna að finna lagi á skrokknum og djúpristu og breidd og alls konar og fundum meðal annars gögn á netinu með sölusíðu sem var að selja eitt svona bát og þá fundum við ýmis gögn og breidd og lengd og allt sem við þurftum og gátum miða við aðra myndir á netinu sem voru gefnar upp og gátum nokkurn veginn miða við að þetta voru réttar mælingar. Og þegar teikningin var klár og við vorum sátti með prufumódelin þá voru okkur ekkert að vandbúnaði heldur en að henda okkur í að græja okkur fyrir fræsun og keyptum við þá 6 19 mm þykkar MDF-plötur og límdum við það saman og komum þeim fyrir í fræsaranum hérna inn í FabLabinu og svo settum við inn teikninguna og við byrjuðum að fræsa. En fræsunin tók 6 klukkutíma og þurftum við að sitja í gegnum það allt saman sjálfur og þurfum að hreinsa sæið og allt sem að koma af. En við höfum smá áhyggjur að plötuna myndi losna og springa frá þegar að platan myndi alltaf minnka í þvermáli og alltaf minna og minna lími sem hún myndi halda í. En það sem betur fyrir slapp og komið helviti vel út. Og eftir það þurftum við að pússa mótið og ákveðum að fara svo upp í hlíðarenda til að sjá hvort að þeir geti hjálpað okkur að trefjaplasta mótið. En þá sagði Sigurður við okkur að ef við ætlum að trefjaplasta þá þurftum við að gera það vatnsþétt og þá þurftum við að fá trukkalakk hjá bílapríði og við bárum það á en svo kom það fljótt í ljós að það drakk svo mikið ís í trukkalakkið að það var bara grófara. Þannig að við fengum það til að fara umferðað með sprautuspasli yfir til að vatnsþétta alveg og fórum svo með trukkalakki yfir það og létum baka það. Þá var trukkalakki orðið grjóthart og við gátum fara að trefjaplasta. En eins og Sigurður sagði okkur þá þurftum við að þetta var ekki eins og hefðbundið mót, það var frekar ráðlegt að leggja í mót frekar en utanum. Þannig að við þurftum að búa til móta á mótinu og við gerðum það vissulega og þá var í raun ekkert eftir þegar við vorum komnir með mótið okkur nema að pússa og fingira mótið. Og frágangurinn á þessu var í raun að raða bara öllu draslinu saman og skera hann eins og hann á að vera og eins og glöggir menn tóku kannski eftir henni í byrjun þá sögðustu að ætla að gera hann fjarstýrðan en okkur tókst það bara ekki en það er planið í framtíðin að reyna að gera hann fjarstýrðan og sjá hvort við náum því, hafa gaman að þessu. Hér er svo smá glæra sem sýnir bara svona smíðaferlið. Hérna erum við með þessa MDF-plötur límda saman og komin í fræsaran og hérna sést svona smá bara svona prógrami í því. Hérna erum við svo upp í hlíðarenda með fyrsta mótið komið hérna og svo þetta loka mótið hérna og loka útgáfan hér sem er til sýnis og verður til sýnis og eftir inn á vélsmiðju. Stöðuleikaprófanir á svona bátum, það er hægt að gera þær tvenns vegar og það er með veltiprófun og hún er framkvæmt þannig að báturinn hafi landfestu við bryggju og síðan að láta hann
leyst aðeins á landfestunum og látið hann sjá til þess að hann rekst ekki í bryggjuna meðan við verum að síðan velta bátnum borð í borð og þurfum að sjá til þess að veltan á bátnum verður orðin hæfileg eða 2 til 6 gráður í hvort borð og síðan bátnum látið velta frjálst og tökum svo tíman á því hvað báturinn lengi að jafna sig og eins lengi og veltitíminn eða tíminn á einni veltu ekki lengri heldur en breidd bátsins í metrum, þá stöðugleikinn fullnægjandi. En svo önnur aðferð sem kallast hallaprófun og hún framkvæmd þannig að við setjum upp hydrostatík í bátinn og þessi mæling vanalega gerð á stærri bátum, togurum og þess áttar en hún einnig gerð á svona minni bátum. En þá setjum við upp hydrostatík borð í skipinu sem næst málmiðunni á skipinu og síðan skipinu hallað en það má ekki halla í meira en 2 gráður þar sem að ef við förum fram með þá gráðu þá verður að framkvæma mælinguna aftur. En síðan breytt hleðslugildinum borðið á skipinu og það þá að segja x mikið fyllt í tanka og x mikil veiðarfæri og ákveðið mikil áhöfn. Þetta gert nokkrum sinnum eða 6 sinnum til að reikna út stöðugleika skipsins eða bátsins við mismunandi aðstæður. En síðan ekkert annað eftir en að setjast niður og reikna stöðugleikan í tölvu. Reglugerðin sem rafnabátarnir falla undir sú sem kallast Norðurlandareglur smíði og búnað báta með mestu lengd alltaf 15 metrum. Þessi reglugerð fjalla lítið kröfur sem ásettar á þessa báta og því skrítið af hverju Samgöngustofur ekki búin að samþykkja þessa báta til siglinga við strendur Íslands þar sem þetta hækkandi tala af þessum bátum að notast við björgunarstörf hér á landi. En rafnabátarnir hafa verið að sigla á undanþágu alveg síðan þeir voru fyrst teknir í notkun hér á Íslandi. Þessi reglugerð finnst okkur eiginlega að vera bara hreinlegt grín þar sem það ekki verið að taka alvara öryggi sjómanna eins og til dæmis á strandveiðum þar sem stærsti hluti skilgreindur sem opnir bátar. Annar maí síðastliðinn fórum við út á Húsavík og heimsækja björgunarsveitar Garðar. Þeir eru með svona bát og fyrrum skólafélagi okkar í sveitinni og á þessum bát. Þannig að það var ekki annað að gera en að renna austur og kíkja í skemmtisiglingu. Við tókum rúmlega 2 tíma siglingu með honum, sem var bara ótrúlega gaman. Það var allt upp á 10 og veðri líka eins og sést þarna á þessu myndbandi sem við ætlum að leyfa að rúlla aðeins. Það var mjög gaman að fá að sjá og ennþá skemmtilega að fá að finna hvernig þessi bátar virka og sigla. Og eins og ég var að segja, þá var veðrið mjög gott en ég trúi alveg að þessi bátar séu mjög góðir og stöðugir í krefjandi og erfiðum aðstæðum. En ef við leyfum þessu myndbandi aðeins að rúlla þá sést það hérna þegar við förum á einhverja alvöru ferð að þegar við finnum öldur hérna eftir smá, fundum hvalaskoðunarbát, þeir eru ekki margir hérna á Húsavíkinni en þó nokkrir og fórum að leika okkur smá við þá og þarna erum við komin bara fullt rör og drónin okkar náði ekki alveg að halda í við bátinn en það gaman að sjá þegar hann fer yfir þessar litlu öldur hérna hvað hann heldur sér bara hann ekkert að hoppa og skoppa eitthvað. Já, eins og við segjum, þegar hann kemst á plan þá þessi bátur í raun ekkert að stoppa hann einhverjar smá öldur eða neitt og eins og þarna við siglum yfir öldur þar sem báturinn að fara einhverjar 15 mílur, segjum það eitthvað þannig. En svo tökum við þarna einmitt beygju á fullri ferð og það í raun stoppaði ekkert hraðan á bátnum eða neitt þannig að hann var mjög fljótur að koma sér aftur á plan þegar við náðum að tókum sér þess að úr beygjunni. Og svo kemur hérna aðeins skemmtilegur hluti þegar við vorum nýbyrjaðir og þarna tökum við vorum komnir á plan þarna og tókum svo bara uppbeygju á fullri ferð og það var bara venjulegt, ég veit ekki hvað við varum að segja. En svo komum við hérna á smá ferð og við reynum að ná upp hraða aftur á plan og svo ákveður félagi okkar að bara rykkja stýrinu til vinstri og sjá hvað gerist. Og við vorum komnir í
mjög mikinn hallan og við fundum alveg að báturinn hægði á sér, hann svona sökka framann, en samt sem áður þá var svo fyndið að við lögðum af stað með þurrt dekk og svo þegar við komum aftur í land þá var allt skrjáð og þurrt ennþá. Og við sjáum það hér á þessu myndbandi, þetta er myndband framan á bátinn, að við sjáum þá bara hvernig öldurnar haga sér þegar það lemjast í bátinn. Það er ekkert vatn að koma nálægt, jafnvel þegar við tökum þessa beygju hér, þá er vatnið langt frá því að koma í raun inn í bátinn. Og þetta var mjög skemmtilegt og jafnvel þarna þegar við erum á, má segja, spegilsléttum sjó, þá er hann ekki mikið að taka inn á sig vatn eða neitt, en við fórum einnig og sigldum út af Flatey og þar var ölduhæðin aðeins meiri og við lékum okkur við 1-2 ribbáta í hvalaskoðun og höfum bara gaman að því, en eins og við sjáum, hann er stöður en maður veit ekki hvað og hann er langt frá því að taka inn á sig vatn sama hvað hann gerir. Það bara, eins og við bjuggumst við, þá stóðst þessi bátur allar væntingar okkar og við höfum bara ótrúlega gaman að því að pröfu að fara í svona siglingu með þeim og við þökkum kærlega fyrir þetta. Og svo bara hérna rétt í lokin, þá langar okkur að þakka þessum aðilum fyrir góða hjálp með þetta verkefni. Þetta er Björgunarsveitin Garðar Húsavík fyrir að taka okkur í þessa pröfusiglingu sem við vorum að horfa á. Bílapríði fyrir drukkalakk, sprautuspasl og fleira. Baldur Halldórsson, skipasmíður fyrir notkun á húsnæði, kennslu og efnis. Fablabið hérna í Vafema fyrir kennslu í hönnun og þrívíddarforriti og afnot á verkfærum og tólum. L7 verktakar fyrir kaup á efni og Ylda EHF fyrir kaup á efni. Meira var það ekki á okkur. Takk fyrir.